Já, við ætlum að snúa okkur út í heim og það þjóðarmorð í gangi í Gaza og mikil átök þar, stigmögnun og margt sem betur til þess að geti breiðst út og bara orðið verra. En á sama tíma þá eru Sameinuðu þjóðirnar og stofnanir þess að álykta og gefa út ákærur og fleira til þess að stöðva þetta. Það virðist ekki hafa nein áhrif og það að reyna að skilja þetta hvort að svona alþjóðakerfið sem var byggt hér upp eftir seinna stríð, hvort að það sé orðið bara bitlaust, að ríki komist upp með að láta eins og það skipti ekki máli, sé bara hugmyndir eða afstaða. Þá hingað komin Þórdís Ingadóttir sem er prófessor í lögum við Háskóla Reykjavík og sérfróði í alþjóðalögum. Og ef ég spyr nú bara eins og borgari heimsins, hvernig stendur á því að Sameinuðu þjóðirnar, alþjóðadómstólar geti ekki stoppað þetta? Stórt spurt. Nei, það hefur gengið bara ekki neitt varðandi Palestínu, eins og þú segir, og það alltaf fleiri og fleiri ályktanir og fleiri ríki alltaf á baku hverja ályktun og annað, en það bara ekki að hafa áhrif, það augljóslega séðast. En hvað var það bara núna í nóvember sem ályktun féll í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, það voru 14 ríki á baku hana tafarlaust vopnahlé. Bandaríkin nota sitt neitunarvald. Þá fór það í allsherjarþingi í síðustu viku. Tæp 160 ríki krefjast tafarlaust varanlegs vopnahlés, það náttúrulega ekki orðið við því frekar en annað. Þetta bara safnast upp, en svo sannarlega, þetta sýnir náttúrulega veikleika kerfisins, þetta það sem við höfum ekkert annað betra. Hefur það alltaf verið svona veikt, eða eitthvað í svona söguþræði síðustu áratuga, kannski sérstaklega gagnvart Ísrael, sem að veldur því að það bara kemur í ljós að ríki komast upp með að bara sinnisvekki? Ég held að það alltaf verið veikt. Menn í kaldastríðinu virkaði öryggisráð ekki 50 ár, sko. Og en svo náttúrulega lifnaði það aftur við 1990. Og við vorum vön svolítið virku öryggisráði allt í einu. Og þá eitthvað svolítið brugði allt í einu núna þegar við komin aftur í þetta endalausa neitunarvald sem birtist náttúrulega varðandi Sýrland, Júgóslavíu og núna með Ísrael. Svo að þetta eitthvað líka sem bara ríki og almenningur ekki að taka í sátt, og það eru hávar mótmæli, og ég held að það sé líka svolítið bara svona eignarhaldið á lögum og annað. Þetta ekki bara einhver rökra eða einhver lögfræðinga okkar í einhverjum litlum hópum eða í dómstólum. Við erum að ræða hér hugtök, lagahugtök og almenningur og allir borgarar. Það mjög jákvætt í sjálfu sér. Og í sjálfu sér margt breytt sem var ekki þegar kerfið var stofnað og vísar í þann punkt. Menna núna 21. nóvember var að gefa út handtökuskipun á Netanyahu og Gallant. Það náttúrulega hefði ekki gerst fyrir 30 árum. Okkur ekki. Það var ekki til slíkur alþjóðlegu sakadómstól til að gera það. Það eru risa réttarhöld bara víða í landsrétti. Hafa verið núna í þó nokkur ár, hvert mörgum hersögjum fyrrverandi og núverandi í Sýrlandi. Og Bandaríkin var í síðustu viku að gefa út handtökuskipun og 2 fyrrverandi hersögja þar fyrir pyntingar. Svo þetta líka komið svolítið úr höndum, líka sem auknum dómstólum, en líka komið úr höndum, þetta bara komin í landsrétt. Það eru lög þar sem búið að innleiða, sem allt í einu almenningur og aðrir eru fannir að nýta sér og virkja. Það eru stærstu réttarhöld núna í gangi í sögu Svíþjóðar gegn forstjórum Lundin Oil vegna ásakana hlutdeild í stríðsglæpum í Súdan. Þú veist, þetta svo netið þar, en svo vissulega eins og segir, þá virkar greinilega ekki stór hluti af því. En þá, eins og þú lýsir, þá það kannski von til þess að dómskerfin virki, bæði alþjóða dómstólar og svo áhrif inn í lagasetningu einstakra ríkja á meðan að kannski diplomatiska eða pólitíska vald inn í öryggisráðinu og allsherjarþinginu að það virkar síður. Þannig að vonin ef við má lesi það svo að segja, að hægt og bítandi munið að hafa áhrif
það sem verið að gera á svona réttarfarslegum leiðum. Það er hægt og bítandi, það er rosalega hægt þegar maður horfir náttúrulega. Verkar ekki fólkinu sem verið Nei, þú veist, ætla að segja þeim það sé hægt og bítandi eða annað. Svo að það er mjög erfitt, en það er svo vissulega, það er hérna kerfi gangi sem er bara orðið svo sjálfstætt og öflugt og það silast áfram og eflist og eflist. Auðvitað má gagnrýna mjög margar handtökuskipanir hjá alþjóðlega sakadómstólum eins og nýja dómstólstofna 98 þeim hefur ekki verið tekist að framfylgja þeim, þegar 2 ár síðan gáðu út handtökuskipin á Pútín og svo framvegis. En það er samt líka rosalega pólitískt mikilvægt allar þessar handtökuskipanir. Það eitt og sér og öll þessi lög í Landsréttinum og fyrir alþjóðadómstólum og annars staðar. Og jafnvel á þessum tímamótu núna, eins og þú opnaðir þetta, maður gæti mist móðinn, en það virðist vera mikil trú á þetta. Og líka hjá ríkjum, menn það var núna bara daginn verið að samþykkja í allsherjarþinginu eitthvað sem ég bjóst ekki við. Þá fara núna í formlega samningaviðræður með að gera nýjan sáttmála glæpi gegn mannkyni. Það var núna bara, í síðustu viku, fjöldi ríkja að vísa máli Afganistan til þess að alþjóðlega sakamáladómstóls. Þú veist, og það er eftir þetta sem er að gerast með handtökuskipanina. Það er enginn að segja þessu að gefast upp. Það er bara áfram og áfram mál sem er beint til þessari allsherjardómstóla og í Landsréttinum, alveg fullt. Það getur gerst að það verið þá vilji til þess að búa til alþjóðalög til þess að vera með aðgerðir gegn svona glæpum. Og kannski hugmyndum að það getur verið fyrirbyggjandi en á sama tíma getur verið að þeir sem að fá handtökuskipanir komast upp með að það er nógu margir sem að hlusta ekki á það. Já. Þannig að það hefur umverulega lítil árið ef þú bara góka móti og kemst upp með það og það kannski til lengri tíma gæti grafið undan hinu. Þannig að kannski erum við bara í einhverju svona stöðu það sem er óljóst hvert þetta getur þróast. Algjörlega og það er kostar að galla við allt. Á sínu tíma þegar öryggisráðið var að vísa málefni Sýrlands til dæmis til þess að nýja alþjóðlega sakadómstóls og Rússar og Kína beittu alltaf neitunarvaldi svo það fór ekki þangað og það var náttúrulega margir óánægðir með það en á sama tíma voru kannski sumir bara fegnir að því ef dómstóllinn fengi eitthvað mál sem gátu ekkert gert í þau kemist ekki einu sinni inn til að rannsaka að myndu handtökuskipanum er það aldrei framfylgt og annað vilt að dómstóllinn fái þann blett á sig líka sem er bara ekki séns. En það samt er líka kannski vist ég byrjaði það sem dæmi þegar því var neitað að vísa því máli öryggisráðinu til alþjóðlega sakamáladómstólsins þá bara stofnuðu Sameinuðu þjóðirnar svona rannsóknarnefnd til að tryggja það öll sönnunargögn væri til ef nýjir tímar kæmu sem hafa svo sannlega gerst núna bara allt í einu er aðstætt farið frá og þá líka... Hvers konar tímar það svo reynast vera, það er óljóst. Já, en svolítið það eru aðri tímar. Já, ólítísir kannski var í Júgóslavíu þegar allir þessi nýju stríðsklappa dómstólar voru settur á stofn. Núna er til bara frá 2016 1000 skjala. Þessi sérfræðing búin að halda til haga sönnunargögnum og annað. Svo þetta er líka á bakvið ýmisleg vinna þó að sé ekki fórsinn blaða ykkur í dómstólar. Og það kemur svo vissilega á nótum núna. Og þá líka var þetta í Sýrland, fjöldi máli Landsrétti, til dæmis Þýskalandi og annað, byggt á allsherjarlögsögu sem hefur verið á síðustu árum. Svo það er einhver annar sem tekur þá við ef eitthvað annar klikkar. Svo það er svona. Og líka núna bara síðustu daga, þar kemur sér mikla krafa refsi ábyrgð, ábyrgð einhverja. Svo það virðist vera að fólk hafi ekki mist trúna á þetta, þó svo það gangi illa oft. En eins og ég sagði áðan, að þá eru þeir sem að fá á sig handtökuskiparinn, þeir bara handmæla því, bara eins og þetta sé eitthvað skoðun eða bara að segja kannski slæm líking að segja ríkið mitt er ekki að þessum heimi ég er ekki, það er ekki að beygja mig undir þinn dóm. En sko var þetta í Ísrael, það er náttúrulega komin kannski þyngri skyldur þriðjuríkja, það er ýmsar skyldur sem þriðjuríki þurfa að huga að eftir álit alþjóðadómstóls í sumar
varðandi að hernámi væri ólögmætt per se og þeir eru að fara að þarna væri notkun á auðlundum palestínumanna ólögmætt og þarna væri í rauninni aðgreining kynþátta og svo framvegis og ítalegu kaflu skyldur þriðjuríkja sem þetta gæta þess að vera ekki að viðhalda þessu ástandi svo að þeirra viðbrögð þessi þá að sama skapi þá náttúrulega kemur líka inn alls konar annar pólitískur, viðskiptalegur og aðrar önnur áhrif á það. Það er ekki bara eins og þeir sleppi alveg. Auðvitað er þetta gríðarlega held ég efnahagslega áhrif á Ísrael og annað. Það er að stöðvast viðskipti og annað út af þessu, meðal annars út af þessu áliti Alþjóðadómstólsins. Og það hefur mikil áhrif. Norðmenn gáðu strax út álit til viðskiptalífsins, hvernig þeir ættu að huga þessu. Það er stór umræða í danska þinginu bara morgun, 8. desember, hvernig á framfylgja þessu áliti Alþjóðadómstólsins, varðandi þriðjuríki, ábyrgð þriðjuríkja. Sem að skilur okkur eftir í því að með því að aðhafast ekki, að þá eru við ég segi ekki samseg, en þar bregðust við skildum okkur að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma í veg fyrir. Að við viðhöldum ástandinu, já. Og það þarf alltaf bara að fara svolítið, held ég mjög, og margir eru svolítið finna hérna heima, bara áttaviltu með það, hvað eigum að gera? Já, mér finnst það nefnilega, svo umræð hefur ekki náðst hérna á Íslandi. Nei. Og ég stundist ekki dæmi að því að maður gengur í svona samstöðugöngu með Palestínu, að þá litið á að þeir sem í göngunni séu, svo veist, einhvern veginn eins og þeir séu að knýja eitthvað fram sem óvanalegt, en raunverulega eru kröfur göngunnar eiginlega sama á Alþjóðadómstóls eða Alþjóðasakadómstóls á meðan að stjórnvöldin eru svolítið lín gagnvart þessu og láta sem svo að þetta er svo flókið mál að við getum ekki tekið afstöðu til þess, en eins og þú stellir þessu upp að þá er raunverulega að standa spjótin að þeim og því að þú verður að taka afstöðu til þessa máls. Já, það var svona svolítið fannst mér tímamót hann í sumar í júli þegar kom þetta álit Alþjóðadómstóls í Haag, þess stóra auðvitað ráðgefandi álit sem allsherjarþingi biður álit á afleiðingar af þessu hernámi og þetta er rosalega afgerandi álit, þannig að 15 dómarum eru oftast 14 dómarar sammála á niðurstöðuna og það er bara sér kafli ábyrgð þriðjuríkja hversu þeir þurfa að bregðast við og allsherjarþingi í framhaldi sem Ísland tók þátt og greiddi atkvæði með gerði ályktun að hvað var það skildur þriðjuríkja, hvernig það bregðast við og það er svona og þetta er náttúrulega líka sum ríki hafa gengið fram, bara verið mjög opinber með það og hvatt viðskiptalíf að taka þessu mjög alvarlega svona kallað due diligence svona eftir bestu getu að framfylgja þessu og það er unni til viðbútar það sem hefur verið á síðustu árum bara mjög sterkt í Evrópusambandinu hvað fyrir 2 árum þá hættu þeir að láta vörur frá hernumdusvæðunum flokkast undir samning varðandi ívilandi tolla svo því fakt á því þá að sá innflutningur var ómögulegur og þannig er ég að tala til viðbútt að vera mjög skýra reglur merkingar á vöru og annað kannski þetta er bara leiðileg tolla umræða en þetta er rosalega afleiðingar og rosalega sterkt og svo ég held að þetta þurfi að fara bara mjög nána að skoða hvernig á að skoða þetta. Og hvernig íslensk stjórnvöld þetta að gera það? Já, og íslenskt viðskiptalíf, auðvitað þurfa þau þá einhverja vísbendingar frá stjórnvöldum og það þarf að huga því betur. En þarna virðist vera að dómstólarnir að þeir taka þessi mál og koma með einhverja úrskurði. Síðan er það allsherjarþingið sem ansar því, þannig það er svona stefnumörkunin á sér stað út frá svona lögfræði dómstólana. Frekar heldur en þetta sé diplómatísk eða pólitísk afstafa. Kannski gæti mér sagt að já, er það ekki bara ágætt að hitt er orðið svolítið gelt og komið í eitthvað þrótt, pólitíkin og diplomatísían. Er það ekki bara besta mál að leiðsögnin komi frá dómstólunum? Þú er náttúrulega prófessor í lögum og finnst það kannski besta mál. Þú þarft bæði. Ég hef sagt það svolítið hins að við getum ekki tekið bara alvöru pólitíska umræðu. Já, það verður að vera bæði og þetta er eins og þetta er alltaf 2 ólíkir dómstólar sem við erum að tala hérna í dag. Það er Alþjóðadómstóllinn í Haag, þessi dómstól Sameinuðu þjóðanna sem tekur annars vegar milliríkja mál og þetta mál sem við ræddum síðast
varðandi mál Suður Afríku gegn Ísrael, mál Níkaragva gegn Þýskaland og svo framvegis sem eru bindandi niðurstöður fyrir viðkomandi ríki. Og fleiri lönd eru síðan að fara að baki Suður Afríku. Það bætist alltaf hægt og bítast í þann hóp og það færist nær okkur í svona landfræðilega, þeir sem að gera það. Já, og mál Gambíu gegn Myanmar, það fullt af ríkjum það, bara mjög nýlega að fylgjast þarinn með Gambíu. Og einmitt og kalla á dómstóluna að nota rúmaskýringu á sáttmálum hópmorð. Svo að þú veist, það eru núna 20 mál fyrir dómstólum. Ég held að það séu samtals 100 ríki á einn annan hátt orðin aðili að þessum málum. Svo þetta svona nýtt tæki í þessari, hvort þú kallar þetta diplomasi ekki, sem endar þá í þessu lögfræði úrskurðum. En eins og þessi ráðgefandi álit, þau eru yfirleitt svo merkilega lagalega, þá getur þau beitt öllum lögum, þau eru ekki bundin svona þröngri lögsu eins og er oft í milliríkjamálunum og þetta stóra álit sem kom í sumar. Og það náttúrulega, það ráðgefandi álit, en það til allsherjar þingsins og þá á allsherjar þingið og öryggisráðið að verða hvernig það ætla að framfylgja því. Svo þar fer boltinn aftur í pólitíkina. En varðandi milliríkjamál þegar kemur út bindandi niðurstaða fyrir ríki og ef þau verða ekki við þeirra niðurstöðu þá er eina leiðin að tala við öryggisráðið samkvæmt dómstólnum sem verður þá oft það verður oft út af neitunarvaldi Þá eru við komið með svona lögleysis ástand. Já, að vissu leyti. Menn eða ríki eru dæmd en þau bara komast upp með að gera ekki neitt. Já, en þá ertu líka samt komin með þessa miklu þekkingu sem að verða á þessu og mikla aukningu mála og eins og þetta þegar hann kallar á ábyrgð þriðjuríkja og þegar hann var núna að fjalla bráðabirgð úrskurð dómstóllinn í máli Níkaragva gegn Þýskalandi fjallst ekki á að gefa út bráðabirgða úrskurð í því máli. En á sama tíma notfærir dómstóllinn og fjallaði það og myndi ríki á skuldbindingar gagnvart undir Genfarsáttmálanum að tryggja það að sáttmáli sé virtu þó það ríki sé ekki aðila sáttmálanum, myndi öll ríki á samninginum vopnaflutninga og annað, flytja ekki vopnasvæði sem er hætt á að þessu notað í þjóðamorði eða glæpi gegn mannkyn eða stríðsglæpi annað. Svo það er þessi rosalega sterku skilaboð til þriðjuríkja líka frá þessum aðstæða dómstól. Svo kemur líka, þetta er náttúrulega svolítið abstrakt hjá alþjóðlega sakadómstólum, hann er ekki að tala um ábyrgð ríkja, hann er að tala um refsi ábyrgð einstaklinga. Auðvitað skiptir það máli og þó að illa gangi með handtökur auðvitað er þetta risasterk pólitísk skilaboð og bara svona framkvæmdarlega. Þú sér það að Pútín var ekki að ferðast mikið og annað þeir sem eru á þessum, það eru 125 ríki aðalega sem dómstól, sakadómstólum sem eru bundin að þessu að sinna handtökum. Já, það er nú ansi mörg ríki Meðal annars Ísland. Og utanríkisráðherra tók það fram að eftir að handtökuskipinu var gefin út á Netanyahu að íslensk stjórnvöld setti sig við það. Já, hún var bara með mjög skýr skilabóð með það. Það var kannski ólíklegt að lenda okkur að handtakan. Nei. Hann á sjaldan leið hér En það er líka svolítið sem var að tala öll þessi máli í Landsrétti. Þegar ríki gerst aðili að þessu nýja alþjóðlega sakadómstól 98 þá innleitaði svo sterk lög í Landsrétt varðandi stríðsglæpi, glæpi gegn mann og annað til að tryggja sem að þau þurfti aldrei að gefa eftir mál til dómstólsins en svo allt í einu öll þessu lög að verða virk að það er verið að beita allsherjar lögsögu, það dúkka upp aðilar sem eru sakar þess að glæpi og samkvæmt Genfarsáttmálanum, samkvæmt sáttmálum pyntingar sem ríki hefði fullgilt fyrir áratugum, þá berðum skylda saksækja þessa glæpi ef ykkur dúkkar upp á því forræðasvæði, alveg óhætt því hvar það er framið. Svo allt inn er þessi nýju lög sem kannski ríki heldur að myndi aldrei þurfa reyna á, en það er það bara heldur betur. Það tilherðu ykkur svona bara svæði í alþjóðamála. Já. Þau eru orðin innanlandsmál. Þetta er bara orðin svolítið innanlandsmál. Þá veltum við fyrir sér, er það ekki eitthvað í lögum okkar á Íslandi, ef það er lög áhersla á það í alþjóðadómstólnum ábyrgð þriðjuríkja og það er ábyrgð sem að íslensk stjórnvöld verða standundir. Svo getur verið að ég sem borgari með það sem svo að stjórnvöld í mínu landi þau bara gera það ekki. Get ég knúið á að svo verið gert? Næri þetta svo djúpt inn í svona landsréttin
að við sem borgarar gætum ég veit ekki, kært íslensk stjórnvöld fyrir að sinna ekki skyldu sínum samkvæmt úrskurði Alþjóðadómstóls. Sko, ef þú ert að tala dómstóla hér á landi, þá nefnilega alltaf, og þetta er mjög þröng svona aðild hvað var það lögvarða hagsmuni. Og þetta hefur mikið verið umræðin í hennar síðustu ár varðandi umhverfismál. Og þrengra hér en víðast. Já, það er mjög þröngt hérna. Það er að reyna á það núna í nokkrum málum í Danmörku sem fara núna í málsmeðferð þar bara í febrúar og einmitt varðandi vopnaflutning Dana, myndan, að sé brot á sáttmála. Og það er strax fara að tala hvort það er Amnesty og aðrir aðilar að því máli. En svo hafa þið annað mál, þar sem er Palestínumaður búsettur í Danmörku sem misti fjölskyldu sem er aðila því máli. Það er svona til að skoða þetta er lögvarða hagsmuni frá ýmsum sjónarhornum. Nú þetta hugtaka mun víðar í öðru löndum. En svo það er hægt að skoða einhverja svona leiðir eins og hefur verið gert í umhverfismálum. En svo bara beina fyrirspurnum. Auðvitað er þetta fyrst. Auðvitað er þetta svolítið óljóst eins og með svona Alþjóðadómstóls hver á að bregðast við? Með svona milliríkjum mál. Hvað merkir að gera allt sem í þeirra hver á að gera hvað? Er það matarrándi sem er að merkja vörur? Er það forsætis eða utanríkis? Auðvitað hefur maður ætlað að vera utanríkis fyrst þá að bregðast við eða eitthvað annað. Svo er forsætisrándi með svona samráðs svona umboð. Síðan er félagsmálarándi með mannréttindi og annað. Ekki geta verið ríkisstjórnin fyrir þess að hún er eiginlega ekki til fyrir lögum. Nei, en þú veist, þetta liggur hjá mörgum aðilum og það væri mjög gott að fá bara skýrt hver ætlar að svara fyrir það. En til þess að þetta virki svona hægt og bítandi, eins og þetta tala þá þarf eiginlega svona eitthvað að gerast þannig að að stjórnvöld í löndum séu þröngu til þess að bregðast við úrskurði Alþjóðadómstóls. Því að það er náttúrulega sömuleyti einkenni okkar heimsluta og þetta sé ólíkt kannski til löndu. Þú nefndir Noreg og við getum nefnt Írlanda sem er augljóslega einhverjum svona leit, einhverju pólitískri afstöðu gagnvart þjóðarmorðinu. En í flestum löndum í okkar heimsluta eru stjórnvöld eiginlega skila hálfu auðu eða styðja Ísrael með aðgerðaleysi sínu og það að taka ekki afgerandi undir með Alþjóðadómstólnum og ályktunum Sameinuðu þjóðanna, fyrir þetta sé samþykkt í Sameinuðu þjóðanna. Og þá verður maður ekki varfið að stjórnvöld til dæmis hér eða mörgur löndum í Þýskalandi og víðar og með Frakklandi get ég líka nefnt það sem þau gera raunverulega ekkert. Og maður gæti haldið því fram, allavega pólitískt, ég veit ekki hvernig með lögfræðina, og gæti maður haldið því fram að með aðgerðaleysi sínu eða það að tala hvað það sé flókið og við höfum raunverulega ekki rétt af að vera með viðskiptaþvinga, þú kannast þetta, að þá séu þau raunverulega að ýta frá sér kröfu sem er mjög afgerandi í Alþjóðadómstólnum. Ég held að þetta er mjög skýrar kröfur frá Alþjóðadómstólnum eins og þessu máli annað frá sumar, og beinið því bara til þriðju ríkja. Auðvitað hafa ríki mismunandi hagsmuni og standa deiluaðilum misnálátt og hafa mispólitísk áhrif og annað. En þetta var svolítið víðari tilvísun og þetta var bara tilvísun í eins og viðskiptahættu og annað. Það þurfti að gæta þess að vera ekki viðhalda ykkur ástandi þarna þegar þeir eru búin að fara þarna blasi eftir blasi, til dæmis hvernig auðlindir eru nýttar á svæðinu og annað. Auðvitað þarf það bara að skoða það ábyrgð viðkomandi ríkja allra að skoða það hvernig þetta er viðhaft og það hefur nú verið hérna eins og ég sagði Evrópusambandinu mjög virt 2 árum í Noregi þá var nú tekið mjög skýrt þar allir innflutningu hvaða vara kemur frá Ísrael, hvað kemur frá hermdu svanum og annað. Svo að þú veist það liggur líka svolítið hjá þinginu og annað og það hafa nú verið alveg álíkt að svona ykkur tilraunir þar sem hefur ekki gengið vel en annað. En það er alveg svo að segja og það var það sem ég var að segja upp af allir þessi lögfræði og annað. Þú veist, þetta er ekki orðið einhverja engamál lögfræðinga eða annað. Þú veist, almenningur er að gera kröfu þetta og vil umræða þetta og annað. Og þessu kemur náttúrulega krafa það er alltaf mjög skýr réttur til aðgangs og gögnum á Íslandi og víða í Evrópu. Það er verið að krefast aðgangs á ýmsum gögnum og annað sem er það verið að nota í umræðinni eða annað. Og það hefur skipt máli í þessari umræðu að frelsi fjölmiðla og annað og það hefur líka skipt máli
og við erum mjög lánsam með það á Íslandi að við getum talað þetta hægri vinstri. Ég get alveg sagt það að kollega mínir sumstar Evrópu, það bara ekki hægt. Nei. Og þetta alveg ótrúlega aðstæða sem við erum komin í. Heila alveg ótrúlega. Það þessi svona kúun í tjáningafrelsinu segir það að ef þú talar eitthvað sem að Ísrael gæti túlkað sem gegn sínum hagsmunum að þá reynt að sláði út af borðinu. Já, það eitthvað og við erum að tala lögfræði sko, ég er að tala lögfræði, ég er ekki að tala með eitthvað pól, ég er bara að tala um það sem er að gera og ég veit að sumir kollega mínu þetta var bara mjög erfitt síðasta sumar víða. Eitt sem að því við erum að tala veikt framkvæmdavald til þess að fylgja eftir úrskurði dómstóla og samþykktum allsherjarþingsins sem öryggisráðið. Og þar náttúrulega verið bara svona eyðileggjandi að verið að veikja þetta vald sem að gæti mögulega komið í veg fyrir hópmorð eða þjóðamorð. Gagnrýni ríkja í okkar heimsluta á þetta fyrirkomulag finnst mann ekki vera mjög sterk sko. Maður heyrir það í svona grasrótinu og í ýmsum umræðu en maður hefur ekki alveg séð sko ríki sem eru ósátt við þetta að hversu alþjóðakerfið veikt og hefur veikt enn frekar að undanförnu. Að maður heyrir ekki alveg svona umræðan það að við verðum að byrja samtökum að sko stoppa þetta eða bara búa til eitthvað annað kerfi sem virkar. Ég held að þetta sé miklu lengri þróun og þetta er svolítið líka spurninguna sko haltu mér, sleftu mér. Við erum að gagnrýna öryggisráðið með þessa 15 ríki sem eiga aðild og þess að sigurvera seinni heimsstyrjaldir sem hafa þetta neitunarvald, hvað þetta sé orðið úrelt. En á sama tíma erum við að segja að þeir verða að ráða. Öryggisráðið. En á sama tíma erum við svo mikið að gagnrýna hvernig það er samsett og annað. Og það er oft sem það virkar ekki og þá hefur, við höfum aldrei séð eins mikið að refsi aðgerðum síðustu áratuginn frá Evrópusambandinu, Bandaríkjunum, víðsvegar þá færist bara valdið annað á svæðasamtök og annað þegar öryggisráðið virkar ekki. Svo sumir segja það sé bara góð þróun að öryggisráðið átti aldrei eitt og sér að hafa þetta mikla vald. Allsherjarþingi getur náttúrulega ekki tekið bindandi lagalega ályktanir þó það hafa ekki gríðarlega mikið pólitískt vægi. En ef við getum ekki á vettvangi Sameinuðu þjóðanna þá náttúrulega hætt við að verðum bara með svona ríkja blokkir sem að beita hvora aðra þingunum. eins og mörguleyti mættalveg haldið fram að við verum á leiðinni þangað aftur. Já, það er alltaf bara verið svolítið langan tíma. En svo kemur bara upp aðra stofnanir, minna mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna er eflast, Ísland er nú að fara að taka sæti það, við vorum kosið þar daginn. Þeir fara að taka sæti það núna í janúar. Já, hafið setið þér áður í ykkur forföllum eða ekki? Jú, forföllum Bandaríkjamanna, já. Talandi það er oft pólitískar afleiðingar sem þú gerir og og ég held að það verði bara rosalega pressa þegar þú farað inn mjög erfiðum tíma með nýja stjórnleiki í Bandaríkjum og annað og þau eru með ykkur ákveðin svona áherslumál, mér sýnst að vera sömu mál og við vorum áherslu í Evrópuráðinu í formennskunni þar. Það eru umhverfismál, konur og börn og samkynhneigðir og annað. Þetta verður ekkert auðvelt mál, svo Rödd Ísland verður mjög mikilvæg þarna og það fara að þrengja þessum áherslusviðum. En undir síðan mannréttindaráðin eru fjöldin allir á rannsóknarnefndum sem einmitt þessi nefndir ég talaði meðal annars varðandi Sýrland sem búið að starfa lengi og annað og varðandi önnur fjölda annar ríki að safna sönnunargögnum mannréttindabrot, stríðsglæpi eða annað þegar ekki eru tekist meðan lögsa er ekki fyrir dómstólum eða ekki komið lögsa til staðar í Landsréttinum. Þetta er allt undir mannréttindaráðinu og það er bara eflist og eflist og svo þegar kemur eitthvað eitt það sem ég er að segja, þegar einn aðli virkar ekki þá bara taka aðri svolítið boltan og það er kannski ekki alltaf endilega slæmt. Nei, en gæti leitt í þess að í stað þess að við hefðum einhvern sameiginlega vettvang sem verður Sameinuðu þjóðirnar þar sem við verðum að reyna að vera með einhvert kerfi sem allir beygis undir á meðan að það er munur á svona hvernig þetta þróast innan úr réttarkerfinu og pólitíska kerfinu þá er náttúrulega hætta á þetta brotni að menn bara hafni
ég er ekki til að taka þátt í neinum refsiaðgerðum nema gegn andstæðingum mínum og ég er ekki til í að sjá nein mannréttindabrót nema hjá andstæðingum mínum en ekki hjá, þá eru komin í kaldastríðið sem var ekki frasinn þarna, þetta er okkar skítall. Já. Við horfum alltaf öðruvísi á hans verk heldur en skítallsins sem er í hinu liðinu. En mér finnst nú alltaf þegar öryggisráðið veikist þá styrkist alltaf allsherjarþingið og það er nú búið að vera ansi aktív núna í þó nokkur ár og meðal annars það er ekki gerst hvað eftir annað er það biðjur ráðgefandi álit frá alþjóða dómstólunum í Haag sem hefur ekki verið svona virkur síðan var stofnaður menn allsherjarþingi baðum álöndum sjálfstæði Kosovo og varðandi það að Bretar tóku frá eyjar frá Mauritius og það er nú bara glænýtt álit og þegar var núna í síðustu viku risa málflutningu fyrir dómstólu varðandi afleiðingar loftslagsbreytinga, þetta eru allt ályktanir komið til vegna ályktanir frá allsherjarþinginu. Svo það er nú búið að vera ansi sterkt finnst mér svona samstaða en þegar það reynir eins og svona erfið máli þá greinilega býtur það ekki neitt og það er svo sem kom líka hvað í fyrra ályktun fyrir þessu ári frá öryggisráðinu loksins fór í gegn, það bara virkaði ekki heldur og og það er svo sem eins og í Landsrétti ef það kemur upp ykkur glæpatíðni hér eða þá gefist þau ekki upp kerfinu sem slíku þá kemur ykkur glæpaalda eða þegar ykkur líði ekki kerfinu þá hendur við ekki öll út. Já, en munurinn sá að í alþjóðamálunum getur glæpaklíkan verið með ríkisvald. Já. Þannig að það er auðveldara fyrir hana að segja það skiptir ekki máli hvort það viðgefumst upp. Nei. Það var hún ákvað að gefa upp. Já, og það er líka náttúrulega bara eins og með dómstóli í Landsrétti eða alþjóða vettvangi. Dómstólinni framfylgja ekki sínum dómum. Nei. Þeir þurfa framkvæmda, þeir þurfa ríkindi þess. Og það er bara eftir að koma í ljós hver er svona pólitísku viljinn til þess að byggja það. Já, en þetta kerfi samt svolítið, þetta er bara svolítið eins og lest. Þetta er bara byrjað og ég held og mér sýnist það var nú bara ríkjafundur allra aðaldaríkja alþjóðlega sakadómstólsins núna bara í síðustu viku og ég bjóst alveg við ykkur gagnrýni eða bakslægi út af þessum handtökuskipunum frá ykkur hluta ríkjana. Það var ekki. Og þess að segja, svo bara aftur að koma fleiri tilvísunar til dómstóls síðan þá frá ríkjum sem að bakka sig upp vilja frekari rannsóknir eins og Afganistan og fleira. Svo að ríki heldur sér ekki tilbúin til að henda þessu öllu fyrir hagsmuni eins ríkis. Það sem að hafa verið með kærurnar Suður Afríka og nefndi Gambíu þegar ekki? Jú. Er það þannig að hvað þetta hafi ekki verið kallað nýfrjálslönd eru þau að sitja svona meiri mark á þessa þróun heldur en var kannski fyrir 30 árum eða 50 árum. Já, ég held að. Og bara söðrið. Og það gerir meiri kröfur virðingu mannréttinda. Já, og þetta er líka svolítið alltaf þessu umræða. Það var rosalega gagnrýni og alþjóðlega sakadómstólinn á sínu tíma, öll fyrstu málum voru bara Afrikumál og annað og það komið sér rosalega gagnrýni þessi lög get ekki bara hægt að beita engað suðrinu en ekki vestrænu ríkjum og vinnu þeirra. En svo ástundu við lög að þau eru fyrir almúan og þá sem að standa veikar en ekki fyrir yfirstéttina og þá sem Já, þetta er svo orðræða og svo hefur bara eins og Suður Afríka og þetta er bara rosalega sterka lögfræði, alþjóða lögfræði hefur alltaf haft og svo þeir eru að koma hann inn. Nú Gambía kemur reyni sem fulltrúi fjölda ríku á bakvið múslímaríkja samtaka múslímalanda og Gambía fer fyrir hönd þeirra. En núna fyrir tæplega ára síðan komið fullt af vestrænum Evrópuríkjum þar inn til að styrkja þá, gagnvart Myanmar. Það er samt þannig að það var ólíklega að vestrænu ríkin hefðu verið hvatamenn að þessu, þó við komum eftir. Heimurinn er ennþá þannig að það er hort öðruvísi á glæpi gagnvart einum hóp heldur en öðrum. Það var mikilvægt að þau ríki sem eru þá fulltrúar þeirra sem hafi ekki verið drottnandi á alþjóðasviðinu að þau hafi getuna til þess að vera hvatamenn að málum sjálf. En svo er líka mjög gott að fá þessi fleiri ríki því það kemur líka gagnrýnin.
þegar Vesturríkin fara fram. Og við erum með máluna til dæmis Holland og Kanada eru mjög duglegir í þessum málaferlum. Þau eru núna með mál hafa verið gegn Sýrlandi fyrir brota og samningi pyntingar og svo þá kemur gagnrýnin líka býtu hvað þessi Vesturíki að framfylgja þessu alþjóðalögum gagnvart suðrinu. Svo þetta gamla nýaldar, þú veist, og það rosa sterk umræða núna bara í alþjóðalögum yfir höfuð. Þessi alþjóðalög sem með framfylgja voru svolítið búin til að vestrænum ríkjum og til að verja hagsmuni vestrænum ríkjum. Já, og þetta bara þegar nýja hafréttarsáttmálinn koma sínu tíma með öllum þessi nýju ríki svo nýkomið með sjálfstöð og annað að þau ætla að búa til sína alþjóða lögfræði stefnu nýjan dómstól, hafréttardómstólinn, þau ætla ekki að nýta dómstól þú veist, alþjóða dómstólinn Haag það hefur verið dómstól vestræna ríkjana og svo framvegis þú veist, gerðu sína kröfu sín alþjóða lög en síðan hafa líka bara þessu fleiri ríki bara síðan, þetta voru kerfi sem þið settu upp og við ætlum bara að beita því líka, það hlýtur eiga við alla. Svo því fleiri ríki sem komin í kerfi, það gefur kerfinu miklu meira lögmæti og svo það bara held ég allir fagnir því. Já, og veri betur mannréttindi. Já, já. Já, og þessi frelsi og öryggi fólks og þetta nýtt, þetta erga omnes það kallað að þegar samningar eins og sáttmálinn banni pyntingum og þjóðamorðs að ef þú brýtur einu samningsaðila þá ertu að tala brjóta gegn öllum og núna ríki fann að hópa sér saman í málsóknir, ekki alltaf bara eitthvað eitt svo það svona líka, það bara svolítið ný þróun. Það var í eldgamla daga þegar Norrænu löndin voru að taka ríki fyrir Mannréttindadómstól Evrópu og upphæðu í kringum 1960 og annað, síðan bara hætti það. En þetta núna eftir alþjóðadómstólinn leyfði þetta, þá sér maður þetta. Maður sér þetta líka hjá alþjóðlega sakadómstólum og það greiðlega bara pólitíska þýðingu. Oft saksóknir búin að hefja rannsókn, hann hefur lögsögu. Og þá fær hann allt í málinu vísa eins og með Úkraínu frá 30 ríkjum, Ísland var í þeim hópi, sem vísa málinu til meðferð dómstólsins. Hann var með lögs og var við hafinn, þetta bara pólitískt í rauninni. Og eins og núna sem var að gerast með Afganistan. Og hann var hafinn rannsókn þar, en það samt tilvísin svona hóps ríkja sem eru þá að reyna að virkja þetta kerfi. Þú bjartsýn á að kerfi muni leiða til góðs, en þú ert ekki bjartsýn á að þetta kerfi stöðvi þjóðarmorðið í Gaza? Man verður alltaf að hafa von og hluti gerast bara svo hratt. Sér núna eins og í Sýrlandi. Hvað veit maður? Vá. Eða mál Gambíu gegn Myanmar. Það getur líka breyst hratt í öfa átt. Þú varst þarna með fyrirvændi Nóbelsverðlaun að hafa verjað þjóðernishreinsun í Myanmar, allt í einu. Þetta sagan svo lygileg, og þá ættu að segja líklega að vonin eiginlega eitthvað svona pólitísk breyting innan Ísraels eða eitthvað svona sem þyrfti að gerast. Ég held það, já. Ég held að það, og svo náttúrulega bara afstæða Bandaríkjanna, þess stærstu samherja, það skiptir náttúrulega gríðarlegu máli. Og kannski afstæða bandamanna Bandaríkjanna að gera kröfur á Bandaríkjanna. Það eru takmörk fyrir því hvernig þau geta beitt neitunarvaldi sínu og ég held núna með þessar sturlaða stuðningi við Ísrael með þessu nýju, þú komið ákærur hann núna frá 21. nóvember, það nú nýtt í þennan pott, Þeir Bandaríkjamenn böðu Netanyahu bara stuttu þeir klöppuðu svo mikið að þetta ætlaði aldrei að linna þessari stuttu ræði. Það var komið beiðinu ákærur, það var ekki búið að gefa hann út, en svo veit maður ekki, menna þegar alþjóðlega sakadómstólinn sín tíma og hófur rannsókn í Afganistan, þá var nú Trump forseti á þeim tíma, þá gaf hann út handtökuskipanir á dómarana, Það var alveg fara að ráðast á dómstólinn og maður sér það núna og umræðan svolítið núna á sem ríkjafundi í fyrstu vikun í desember var nú þar virkilega að verja dómstóli líka bara fyrir árásum og starfsmenn. Það er orðið ansi algengt. Herðu, Þórdís, takk fyrir að koma að hinga á aðvendunni. Já, takk fyrir boðið. Sem eru mikilvæg. Takk fyrir. En við sittum áfram í rauðaborðinu og alltaf að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.